Komið sæl og verið velkomin aftur. Ég mætti hennar Hrönn Björgvinsdóttur frá Amtsbókasafninu sem ætlar að segja mér eitthvað frá lautaferðum. Hvað segirðu, Hrönn? Ég var að hugsa að fá þig bara með mér í lautarferð. Bara núna? Já. Ég til í það. Gerum það. Kynum á það. Jæja, nú erum við mætt í lautaferð, en af hverju erum við í lautaferð? Amtsbókasafnið að byrja með þá nýjung að lána út svona lautarferðarkörfur. Ok, og hvað er í svona körfu? Í hverri körfu þá teppi, svona voða fínt. Svo eru tímarit og það svona allt frá þessu bara slúðrinu og yfir í húsbúnaðarblöð og matreiðslu og svona. Og svo erum við með eitthvað af barnabókum líka og reynum að vera með svona fyrir allan aldur. Það eru svona harspjalda fyrir yngstu og sirpurnar. Já, þetta er fullkomið fyrir mig. Já, nákvæmlega. Þetta var eitthvað fyrir alla. Já. Og svo hefur fólk val það að fara yfir á Orðakaffi sem er semst kaffihús á bókasafninu og þar getur það keypt sér nestispakka og þá getur það fengið sér kaffi í svona fjölnotamálum. Ok. Og það hægt að fá handgerða súkkulaðimóla. Wow. Og fyrir krakkana þá í boði að fá sér svala eða svona djús. Já. Og marinstoppa. Oh my god. Má ekki bara bjóða þér að smakka? Jú, takk fyrir. Þetta sem sagt í boði fyrir alla. Okay. Ekki bara þá sem eru með skírteini hjá okkur. Það þannig að sem sagt, ef þú ert með skírteini að þá bara færðu til að lána þetta kortið þitt. Ef þú ert ekki með kort, ef þú ert til dæmis bara innlendur ferðamaður, að þá getur bara komið í afgreiðsluna hjá okkur, fyllt út miða og færð körfuna afhenta. Þetta hugsað í dagslán eða yfir helgi og ég held að það sé bara að gera nýta góða veðrið sem er spáð núna á næstunni og skella sér í lautaferð. En hvað gerist ef að fólk skilur ekki körfunni? Við fáum símanúmeri hjá fólki. Já. Við erum þegar með númeri náttúrulega ef fólk með kort hjá okkur en annars biðjum fólk að skrifa niður símanúmer þannig að ef að körfurnar skila sér ekki eftir einhverja daga þá hringjum við. Já, það er kannski fínt að vita fyrir það sem spenntir fyrir þessu körfu. En eins og með bækurnar, er þetta bækur sem eru svo sagt, er þetta bara hvaða bækur sem eða hvernig valið í þetta? Þetta eru rauninni afskrifuð eintök hjá okkur. Þetta eru tímarit og bækur sem við höfum bara einfaldlega ekki pláss fyrir, við þurfum alltaf að rýma reglulega til fyrir nýju efni, þannig að þetta eru eldri tímarit og svo einmitt eldri barnabækur líka. Og hvernig kom þessu hugmynd upp? Þetta er hugmynd sem er frá bókasafninu í Hróarskeldu. Ok. Og þetta svona, við erum búin að vera að melta þetta í svolítinn tíma og núna held ég mitt að þegar sumarið núna verður svona svolítið óhefðbundið ferðasumar, að þá þetta held ég akkurat rétti tíminn til að fara af stað með svona. Akkurat. Æðislegt. Takk fyrir að koma með þessar fínu kræsingar og segja okkur frá þessu. Ég alltaf spennt að skoða þetta og fara í stutta leitaferð. Ég stila það. Takk fyrir þetta.